Óskar, bara fyrstu viðbrögð. Nei, bara, þú veist, við erum 15 mínútur, fyrstu 15 mínútur leikstur, bara það skrýtnustu sem ég hef held ég bara lent í, bæði þessari leikmaður á stuttuferðis leikmaður og þessi þjálfari og hafandi horft á fjölmarga leiki þá hef ég aldrei séð aðra eins hluti gerast hjá sama liðinu á svona stuttum tíma, þú veist, beint úr horni, mark fyrir oft á miðju og þú veist, síðan erum við bara, þú veist, virkilega góðir. Þú veist, erum að elta leikinn í 75 mínútur, þú veist, það eins og niðri og þú veist, það var erfitt í fyrri hálfleik, erfiður vindur, lagaðist aðeins í seinni, það lægði nú, ég veit ekki hvort það hjálpaði Þórsarunum eitthvað en þú veist, það var þetta bara þolinmæðisvinna og ég þetta bara, þú veist, þegar öll eru á botni hvolft, þú lendir 3-0 undir, þá getur ekki kvartað yfir að hafa náði stig. Þú veist, ef maður undanskilur þessu 15 mínútur þá voru þetta yfirburðir miklir en Þórsarnir voru þetta konur í 3-0 og lögðust niður bara til að verjast og gerðu það bara mjög vel, þú veist, þannig að ég er ánægður með þetta stig út frá því hvernig leikurinn þróaðist og gríðarlega ánægður með karakterinn sem við sýnum. Það hefur verið að leggjast niður held ég eftir þessa byrjun en við gerum það ekki og það er ég ánægður með og það gefur, þú veist, þetta er allt lærdómur, þú veist, við erum ekki nefnt í þessu áður, þú veist, en við sýnum það og finnum það, þú veist, saman hversu ömurleg staðan er, saman hversu erfið hún er og hversu vond og þá getur hann alltaf fundið leiðir, þú veist, ef þú heldur áfram að leggja þig fram, ef þú heldur áfram að trúa, ef þú heldur áfram að treysta og trúa á samherjunum þínum og vinna saman, þá er alltaf hægt að grafa sig upp úr hólu saman hversu djúpur hún er orðin og þú veist, ég held að það sé mikilvægt að hafa það með sér í pókáttinu þegar við förum í seinasta hluta tímabilsins. Þessi fyrstu 3 mörk, Finnur gefur boltann fram hjá Sigurpáli, skot fyrir aftan miðju, mark beint úr horni, setur eitthvað á markmanninn í þessu? Nei, ég geri það, þú veist, raunverulega ekki. Þú veist, það var rosa auðvelt að segja. Markmaður sem er að spila þessu fyrsta leik í mjög langa tíma í deildinni, bara 24 held ég. Þú veist, en þú veist, ég veit ekki, þú veist, markmaður langar standa hátt. Ég veit ekki hver eða ekki, kannski fengið þetta 3. mark á sig svo Aron Birkir finnst í boltan, þú veist, beint úr horni. Nei, ég geri það ekki og það hefur verið rosa auðvelt fyrir hann að verða lítill og einhvern veginn fara að smækka sjálfa sig og grafa sig niður í jörðina en hann gerir það svo sannlega ekki, sýnir þetta bara hvers konar karakter hann er og þú veist, við berum fullt traust til hans alveg, svo berum fullt traust til Dóra, þú veist, og það er nú bara þannig að þú veist, það er engin, það er ekki, við erum ekki að leita blór á boglum. Þú veist, við fáum mark á okkur saman og töpum saman, vinnum saman, skorum saman. Þú veist, það er engin einum að kenna þegar við fáum á okkur mörk. Það er engum einum að kenna þegar við, þú veist, þegar byrjunin er eins og, þú veist, hún er, þú veist, blandað því að það gekk allt upp á Þórsarunum og við vorum, þú veist, pínu orkulausi fannst mér. Ég veit ekki hvort við vorum slappir þetta í 4 tíma, þú veist, hangs á KEA. En, þú veist, svo bara, þú veist, tökum við leik, sköpum okkur líka færum. Þú veist, hefðum getað jafnað þetta fyrr en þú veist, úr þessu komið þá bara, þá segi ég gott stig og áfram gaka því að þú veist, Þórsliðið bara gaf allt sem það átti, þú veist, þeir lágu einn út allan völl, þú veist, þeir bara settu hjarta á sál, þú veist, þú líka bara að bera virðingu fyrir því. Af hverju ákveður að breyta markmann? Mér fannst þetta bara tímapunktur, hún er búin að vera, þú veist, við köllum hann yfir. Hann var bara í mjög góðum gír hjá Ægi, rétt fyrir mót hjá þeim, rétt áður en að glugginn loka þegar Arnar meiðist, þú veist, þá köllum við hann yfir, þú veist, í varamarkmannshlutverk, þannig að við erum að rænum hann 22 leikjum í lengjudeildinni og þú veist, eins og þetta var búið að vera, þú veist, það fannst mér bara, þú veist, á einhverju tímapunkti þarf hann að fá hann skila að fá sénsinn, æfi frábæra æfingum, feikilega góður markmaður. Þú veist, geggjaður í hópnum, gríðarlegu félagsmaður, káaringur.
þú veist, hann átti bara skilið að fá tækifæri. Þú veist, það ekki þannig að varamarkmaðurinn megi ekki spila nema aðalmarkmaðurinn séu meiddur eða í banni. Þú veist, það verður að vera líka svigrúm til að skipta við markmenn einstaklega sinnum á þess að það sé einhver gríðarleg dramatík í því. Var eitthvað sem gerist á móti Keflavík hjá Dóra? Nei, ekkert endilega. Ertu, þú veist, sérðu fyrir að Sigurpáll spila næsta leik? Langt í næsta leik, sagði Björn. Það einhverjir 10 dagar held ég, þannig að við skulum sjá hvað næstu dagar bera í skauti sér. Og fjölmörg spjöld sem fóru á loft, hvað fannst þér dómgæsluna? Ég hef ekki alltaf verið bráðlega ánægður með Jóhann en mér fannst hann bara dæminn að leika ágætlega í dag. Allavega hann tölvöld betur heldur en að Þórsarónum fælst held ég en þú veist, hann líka leikurinn litaðist á því að þú veist, annar liði var í nöðvörn, gjörsamri og þú veist, þegar þú ert í nöðvörn, þegar þú ert komin í bunkerinn, skotgrafirnar, þú veist, að þá ferðu að, þú veist, þá berstu fyrir öllum ákvörðunum og ákvörðunum sem eru teknar á vellinum og þú veist hvort að það var allt rétt hjá þeim ekki, þú veist, ætla ég ekki að dæmi, mér finnst bara dæmin að leika ágætlega. Loka spurning, hvernig sérðu framhaldið, hvernig metur þú stöðin í deildinni? Ég met hana bara þannig að leikur á IBVF á sunnudaginn eftir viku og þú veist, bara ég hlakka til þess, þú veist, að öðru leyti erum við ekkert eitthvað sérstaklega að spá í það hvar við erum stattir í deildinni. Þú veist, nú erum við búin að spila 2 leiki, niðurstaðan uppskeran er 1 stig, þú veist, heldur rýrt, en þú veist, ekkert sem að við förum á taugum yfir eða látum sérstaklega skilgreina okkur í framhaldinu. Nú bara undirbúa okkur undir IBVF-leikinn og stefna að vinna hann. Takk fyrir þetta, Óskar. Takk fyrir.